Komið sæl, ég heiti Oddný Eir og að rauðaborðinu eru komin feðgin. Það Darri Gunnarsson, verkfræðingur og Rósa Líf Darradóttir, formaður samtaka dýravelferð og læknir. Þið eru bæði raunar í samtökum dýravelferð og komið hingað sem slíkt til að segja okkur frá svona vitundarvakningu gegn verksmiðjubúskap svína. Og það búið að vera svona svolítið ábyrjandi allavega hjá mér á Facebook svona sláandi auglýsingar með slagorðinu sem ansið svona flott ljóðrænt. Nú hef ég sjálfsagt ekki rétt eftir þá enginn að vera hryggur jólin og mynd af svona mjög döprum dýrum og grísum sem að fá ekki hreint loft og þeir farið jólamatinn. Vil ég byrja að segja mér frá þessari herferð svona? Herðu, já, þetta svona auglýsingaherferð sem að við höfum staðið fyrir núna undanfarin 3 ár og í ár hún svona aðeins stærri og meiri en við byrjuðum fyrr og náðum að safna smá pening til þess að kaupa auglýsingar og erum núna á skiltum og strætóskýlum og inn á fréttamiðlum. En tilgangurinn með þessu eiginlega að hann eiginlega þríþættur. Það að kynna þetta dásamlega dýr fyrir fólki sem að einhvern veginn enginn þekkir og ýmsar svona ranghugmyndir eða mýtur eru oft á loftum. Svo það að varpa ljósi á slæman aðbúnað þeirra í matvælaiðnaði og svo það þriðja að við erum að hvetja fólk til þess að vera ekki að kaupa þessar vörur sem að koma úr þessum verksmiðjubúum og við erum ekki að taka þátt í þessu og raun og veru samþykkja þessa meðferð á dýrum. Þannig að þetta svona, já, við erum að reyna að höfða til samvisku fólks að svona láta sér aðeins þykja vænt þessi dýr og kannski já, bara hvetja þau til þess að aðeins hugsa sig hvað að velja ofan í körfuna og hvað svona býr að baki, hvernig varan framleidd. En það þá eiginlega aðal gagnrýnin hjá ykkur á þennan verksmiðjubúskap að mynduð vera sem sagt jákvæðri gagnvart jólasteik, svínasteik sem væri ekki verksmiðju, sem sagt ekki verksmiðjubúskapur? Já, það náttúrulega auðvitað töluverður munur á því til dæmis eins og hvernig svín og kjúklingar eru alin og önnur dýr. Við gerum okkur alveg grein fyrir því. Það aðalega bara að koma þessari hugsun fyrir hjá fólki. Hvernig varð þetta til? Hvað varð til þess að þetta endaði á disknum hjá mér og fólk síðan stýrir því alveg sjálft hvað það tekur þessa hugsun langt. Já. Við auðvitað bara hvetjum fólk til þess að gera sitt besta, velja eins vel og það getur. En pælingin þessi að tengja hamborgarrygginn, jólamatinn við dýrið. Þegar við erum svo aftengt. Já, ég hugsa fæstir vilji nú tengja matinn við skepnuna, mynd af skepnu og ímynd af skepnu. Meiri segja ég gaf vinkonu minni lambalæri af mín eigin rollu og hún spurði hvað hét þessi rolla og alltaf þá vera svona kunna sig eða þannig og fara inn í, en þá fattaði ég að það var ekki við hæfi einhvern veginn. Maður vill tala að eitthvað sé vel fallegan búskap en svo situr maður vill ekki samt fara að rifja upp kannski hvað einhver rolla hét. En það staðreynd að svínabúskapur á Íslandi hann raunverulega langstærstum hluta eða öllum hluta verksmiðju og á stórum skala? Langstærstum hluta hann það og það eins og þú varst að benda á hérna á hana. Við erum skilabúðin í félagskapnum okkar að dýrin eiga gott líf og hafa tækifæri til að upplifa sínar eðlilegu þarfir og svínin okkur svo fjarlæg. Við þekkjum þau svo illa því að þau eru ekki eins og rollurnar eða
hestarnir eða tala ekki gæludýrin sem okkur svo nálæg og og svínin eru að bara nánast, það bara yfirgnæfandi hluti þeirra framleiddur í þessum verksmiðjubúum þar sem að menn nýta sér þessa miklu frjósemi giltnana til þess að eiga mjög marga grísi og einmitt við ákváðum á sínum tíma að því það náttúrulega framleiðendur svínakjöts eru snillingar í að koma þessu í allar vörur, þetta á pítsunum okkar, þetta í pulsunum, það allar hægt að fá rúnstykki bara með osti á bensinstöðunum og þannig að þeim einhvern veginn tekist alltaf að koma svínakjötuna en okkur fannst þegar við fórum á stað með þessa herferð sem við köllum svo ætlum að taka eitthvað það sem þetta svo það sem við tengjum öll við, það hamborgarryggurinn á jólum og einhverju kannan þykja við vera að ráðast að hefðunum grimmilega en það sem við erum að reyna að fá fólk til að hugsa eins og Rósa var að nefna að með því að allavega með því að kaupa þetta kjöt við raunin að styðja við þessar hræðilegu framleiðsluhefðir og meðferðin á þessum dýrum. Og hvernig það eiginlega á Íslandi þekkjum við nokkuð mikið til með framleiðslu ferlisins? Við erum ekki beinlínis einu sinni forvitin kannski það, hvernig framleiðslu ferlin eru. Vitum við eitthvað eru einhverjar upplýsingar það, hvort að svínakjöt framleitt á þennan veg svona massívan hátt eða ekki? Einhverja merkingar, einhverja eftirlitsstofnun, nú náttúrulega vitum við MAST, má að vera stofnun en sem greinilega annar nú ekki öllu. Já, Matvælastofnun sér sérst þetta eftirlit með velferð dýra í landinu og það ekki hægt að það engar svona sérmerkingar hér á landi eins og í til dæmis Þýskalandi var tekið upp þá eru kjötafurðir merktar eftir aðbúnað dýrana og þá getur fólk valið sér hvers konar matvæli það að kaupa og hvernig framleiðslu það styður þannig það vantar svolítið og við erum svolítið gjörn við Íslandingar að halda bara einhvern veginn að hér sé allt svolítið frábært sérstaklega með þetta hvernig við förum með dýr en svo þegar við skoðum það þá það kannski ekkert að standast skoðun sérstaklega ef við erum með þessar staðarendir Íslandingar eru ein af örfáum þjóðum eftir í Evrópu sem eru ennþá stundar loðdýrabúskap við erum ennþá í hvalveiðunum eða erum ennþá einhvern veginn að rífast hvalveiðar eitthvað mál sem ætti að vera mjög augljóst löngu afgreitt og einhvern veginn þannig að það eru svona, það mjög algengt að halda það að hér sé einhvern veginn miklu betur gert vegna þess að við erum einhvern veginn búin að telja okkur trú það þannig en við fórum náttúrulega í talsverða rannsóknarvinnu áður en við fórum á stað, það okkur mjög mikilvægt að halda fram staðrindum og við vöndum okkur við það sem við setjum fram við töluðum við sérgreinadeillækni svína hjá MAST og við sendum á hann spurningar og það allt sem að kemur frá okkur staðfest en þetta til dæmis atriði eins og þetta með að grísirnir eru halaklyftir á fyrstu 4 dögum lífs þeirra þá halinn aðeins klyftur og þannig verið að klippa bein af dýrinu algjörlega ódeift og þetta gert þvert á gildandi reglugerð velferð svína við vitum það að ég held að þetta sé 99,9% af öllum svínum á Íslandi fara aldrei út þeir fara aldrei að anda sér fersku lofti eða róta í jarðvegnum eða sjá til sólar og þetta, og þetta löglegt sem sagt? Já, í raun og veru það ekkert beinlínis í lögum sem segir að svín eigi að fara út. Það annað eins og með
hestana og kýrnar og kindurnar sko sem eiga lögværin rétt til útiveru, þá það ekkert svoleiðis með svínin, þrátt fyrir að þetta séu dýr sem að þurfa alveg jafn mikið á þessu að halda. Og ég segi stundum oft þegar fólk að spyrja mig út í þetta sko, þá spyrjið þau oft hvað sér þau oft hest þegar þú ert að ferðast landið og flestir sjá hesta þegar þeir keyra bara þjóðveginn og bara, það bara frekar algeng sjón og á Íslandi eitthvað rétt rúmlega 50.000 hross og svo spyr ég hversu oft sérðu svín og það eitthvað töluvert mikið minna það en samt við að slátra sko 80.000 svínum árlega. Ég hef bara einu sinni séð svín úti grís og það á Erpsstöðum. Já, sama ég. Það voru með 2 grís. Þá sér maður einmitt hvað eru sætir og svona áttar maður sig á því hvað eru skemmtilegar skepnur. Og svo í húsdýragarðinum þá eru þau ekki úti einu sinni eða hvað. Liggja ekki bara í stíunni í húsdýragarðinum? Ég þekki það ekki alveg nógu vel en ég held nú samt að þau svín sem í húsdýragarðinum sé ein af þessum heppnu sko sem að fá allavega þá að vera í rými það sem þau geta snúið sér við og svona sko. En svo ég haldi nú áfram með sko þessa framleiðsluhætti þá kannski lífgildunar það versta í þessu hún stendur í einhverju sem heitir gotstíja sem eitthvað sem næsti að vera einhvers konar járnbúr sem það þröngt að hún getur ekki snúið sér við, hún stendur í sömu sporum að minnstakosti 28 daga í senn á meðan hún með þess að grísina unga fyrstu 4 vikunar og í þessum aðstæðum þá getur hún einungis staðið upp og legist niður og lagst niður og svo bara eru teknir af henni grísirnir þarna þegar þeir eru orðnir 4 vikna og svo bara endurtekur þetta ferli sig þangað til að líkami hennar gefur sig undir eðlilegum eða náttúrulegum kringumstæðum þá eru svín að lifa í 15-20 ár. Í þessu kerfi eru gildurnar að lifa í 3-6 ár vegna þess að eftir þann tíma þá eru fæturnir þeirra búnir að gefa sig vegna þess eru mjög lélegir á þessu hreyfingarleysi eða þá spenarnir eru ónýtir eftir allt þetta álag. En þetta eiginlega bara dýranýð sko. Okkar mati, já. Okkur finnst það ekki vera spurning og að þú spurðir áður hvort að öll væru framleidd það var og kannski enn lítið bú einhvers staðar á landinu það sem að svín eru alin til manneldis en við allt aðra aðstöður þar sem við fá að fara út og það voru, ég sá einhvern tímann ég man ekki hvað þetta búið en það var ég vissi að þetta var selt í veislunni sem heitir Nándin í Hafnarfirði en þetta svo lítið hluti af því sem að hér verið að framleiða og svo líklegt að þessi litla vernd sem þessi dýr eiga í reglugerð eða lögum sé vegna þess að við þekkjum þau ekki og það þekkir þau engin og við höfum svo litla þekking á hvernig þau erum að því þú varst að tala um hvað þau væru sæt á einhverjum og það það sem að við höfum hugsun í því sem að við höfum verið að gera annars vera og við höfum náttúrulega þurft að bara kynnast dýrunum í gegnum gagnaöflun og eins og Rósa sagði þá þurfum að vanda okkur mjög mikið við það sem að kemur frá okkur af því að það svo mennur svo og við erum að miðla staðreyndum og við vitum að við erum að stuða fólk sko þannig að við erum alveg meðvituð það þannig að við erum að reyna að vanda okkur og komum svo fram svona mjúklega En hvernig má ég spyrja áður lengra haldið hvernig kom það til að þið feðginin svona eiginlega fóruð að taka upp málstað grísana og svínana? Sko Þekkið þetta frá útlöndum eða svoleiðis? Þekkið þessar skepnur, kynntustu skepnunum eitthvað? Nei, við þekkjum ekki, það ekki við höfum átt ketti og eigum hesta og alltaf verið nálægt dýrum en svín þekkjum við ekki. Ég leiðist einhvern veginn út í þessa sko baráttu fyrir velferð dýra í gegnum þetta sem heitir blóðmerahald og
það einhvern veginn snerti okkur svolítið þegar við erum hestafólk og út frá því verða þessi samtök til og í kringum góðan hópa fólki og eitt föstudagskvöldið þá man ég að þú hringir í mig og spyrð mig, pabbi hringir í mig og spyrð mig, getum við ekki gert eitthvað fyrir svínin? Þetta er svo skelfilegt og það veit enginn af þessu og af því að við erum svo miklu dýravinnir þá trúum við því að ef að okkur tekst að koma þessum upplýsingum til almennings og bara venjulegs fólks að ég get ekki trúað öðru en að við séum flest sammála það að þetta sé ekki í lagi. Þannig að þetta einhvern veginn byrjar þannig og þá kynnumst við henni Hörpu Kristbergsdóttir sem að kemur í þetta með okkur og við bara förum á stað með eitthvað svona lítið verkefni og þá einhvern veginn fæðist þessi hugmyndum að tengja þetta einhvern veginn við jólin. En fenguð þið hafið þið fengið að heimsækja svínabúin eða sem sagt Nei, þau sem sagt ber það oft fyrir sig að það sé einhverjar smitvarnir eða eitthvað svoleiðis. Ég reyndar við skoruðum á þau ekki síðasta sumar, þar síðasta sumar að sýna frá aflífunar aðferðum vegna þess að þar þau voru að gefa frá sér yfirlýsingar það að svínin reynilega bara sofnuðu á mjög friðsaman máta þegar að við vitum annað og þannig að við vorum að skora á þau að opna þetta á sína fjölmiðlum og bjóða okkur í heimsókn að staðfesta þessar fullyrðingar þeirra friðsælan dauðdaga svína en því var auðvitað hafnað. Já, en nú það svolítið skrítið á Íslandi að fólk svona telur þá sem eru jafnvel í náttúruvernd og hvað þá dýravernd það sé svona bara einhver lítill hópur sérvitringa, það líka við að sé ennþá þannig á meðan æmitt að manni finnst þess að það sé orðið bara frekar mikil almenn svona náttúruverndar hyggja í Evrópu allavega og þá kannski treystir fólk því svolítið að einmitt matvælastofnun og svona opinber batteri að þetta, ef þetta væri dýraníð að þá væri það bannað svolítið að það virðist vera einhvers slíkt traust og svo hafa komið einmitt einhverju erlendir hópar og verið að fjúpa blóðmerahaldið og svona, þannig að þetta fer aðeins finnið fyrir því, núna ert þú nýbúin að skrifa grein, mjög gagnvirk og góða grein í Vísi, finnur þú fyrir viðtökunum að þú sért Já, við finnum það alveg og við vorum svo sem í þessum greinu sem vorum að skrifa núna vorum við kannski þarna vorum við að tala grísinn og aðeins að kynna hann fyrir fólki og að því varst að spyrja hvernig þetta kviknaði, við kemum aðeins að því að okkur fannst þetta bara að vera að miðla upplýsingum og koma þessu áfram og í dag þetta en varðandi það er alveg rétt sem þú segir að við stólum einhvern veginn á kerfið og stofnarnar til þess að passa allt síla. Ég viljum trúa að dýrin séu alin. Ég held að við flest séum þannig að við teljum okkur flest vera dýravinni og setjum svo traust okkar á stofnanir og kerfið að gæta þess að hlutirnir séu í lagi. Og svo á sama tíma krafan ódýr matvæli og ódýr kjöt mjög hávær og það nákvæmlega svona sem við búum til ódýrt kjöt að finna frjósum dýr sem að við getum gengið hart fram í að framleiða kjötið okkar og það verður líka þessi háværa krafa samfélagsins en treystum við ekki bara einmitt yfir höfuð Íslendingar of mikið á eitthvað eftirlit og opinbera sem að raunverulega ef að betur að gá þá hefur flestum eftirlitsstofnum verið lokað eða þær eru fjársveltar að einhverju liti og bara eftirliti ábótavant á svo mörgum sviðum. Ég ekkert vissum að þetta sé íslenskt, ég held að þetta sé bara mjög í þessum nútíma samfélögum mannsins þar sem að krafan
sem sagt að fá að það sé kjöt og það sé ódýrt kjöt að það sé að þá var svo þægilegt að bara loka augunum fyrir þessu og halda áfram og í trausti þess að stjórnvöld gæti þess að þetta sé allt í lagi, en eins og ég var að segja það er svo líklegt ekki mér að svín njóti einhverja verndar í reglum að því að við þekkjum ekki, það engin með einhverja tengingu við og það sem að okkur finnst sérstaklega skemmtilegt með svínin og reyndar eins og ástæðan að þar eru við erum alveg beinum upplýsingaflæðinu til neytinda, bara upplýsa fólk að því að það það sem að viðheldur þessu. Þannig annars verður að veita upplýsingarnar og fá fólk til að hugsa og kaupa sjaldnar eða kaupa minna eða leita að afurðum frá búum sem eru afarfá en sem að hafa alið dýrin upp við góðar aðstæður. Hvar var þetta nálgast slíkar upplýsingar? Vitið það? Eins og hvar getum við nálgast upplýsingar hvort einhver að selja kjöt sem framleitt á það ekki bara kjöri tækifæri fyrir þá framleiðendur að kynna sig núna á sviðið af því að ég held að mér finnst það ekki vera einhvern veginn okkar hlutverk að tala það, en ég held að sé fínt ef það einhverja núti sem að gera þetta öðruvísi að koma bara í lið með okkur jafnvel og segja bara hefur við Það alltaf það sama, því þá hafa þeir raunverulega minni peninga því þeir selja miklu minna og þá geta þeir ekki auglýst eins mikið, þannig að vítahringurinn viðhelst auðvitað þeir sem eru með þessa fjöldaframleiðslu, þeir fá peningin til þess að auglýsa sig og koma í mitt eins og þú segir komin í hverju einustu bensinsjoppu sínum afurðum og þannig að það verður svolítið erfitt fyrir hinn að koma sér inn á markað væntanlega. Ekki hægt að gera kröfu það að þrýsta á stjórnvöld, til dæmis núna stjórnvöld sem að verða til ný ráðamenn að ég veit ekki, setja einhver reglugerðir eða hvatningu til þeirra sem að gera þetta á annan hátt? Jú, það auðvitað hægt að gera það. Það einhvern veginn samt þannig í þessu að ég meina, ef þú lest yfir lögum velferð dýra til dæmis, við erum með ofboðslega fín lög sem gilda velferð dýra í landinu. Vandamáli virðist vera þetta með að þegar þú fylgir þeim ekki þá eru afleiðingar þær eru bara engar og svo snýst þetta mjög oft ykkur túlkunaratriði, til dæmis það mjög skýrt kveðið á það hvernig skal staðið að aflífun dýra og þar kemur fram að það að valda það ekki að valda dýrunum streitu eða sársauka og þetta að taka fljótt af. Síðan þegar við skoðum það hvernig yfir 90% svína slátrað á landinu þá það bara staðfest að aðferðin sem notuð, hún staðfest í mjög ítarlegri skýrslu sem var gerð af Matvælastofnun eða Matvælaöryggistofnun Evrópu að þessi aðferð, þessir gasklefar sem eru notaðir, þeir væru stórt velferðarvandamál vegna þess að þeir að þessi aðferð veldur streitu, ótta og sársauka. En samt einhvern veginn fær þetta bara viðgangast vegna þess að þeir sem eru í því að meta þetta, þeir bara meta þetta sé samt samkvæmt lögum. Eða til dæmis loðdýrabúskapur. Ég meina að dýr eiga að fá að upplifa sitt eðlilega atferli. Hver ætlar að segja mér það að þessi iðnaður sé að uppfylla lögum velferð dýra, þannig að þetta endar færa viðgangast. Já, þetta færa viðgangast og þetta endar alltaf í þessum opinberu kerfum sem það varst að tala og það alltaf þeirra einhvern veginn að gefa stimplana og segja ok, og maður einhvern veginn áttar sig ekki á því hvernig viðhorfið þar en það einhvern veginn eins og það blasir fyrir okkur að svona í gegnum þessi mál sem að við höfum verið að berjast í að okkur þykir þetta kerfi ekki vera að virka vel. Nei, það náttúrulega að því við sitjum við rauðaborðið þá má spyrja sig einmitt hvort það sé líka einhvers konar þrýstingur frá framleiðsluaðilum eða hagsmunaaðilum sem náttúrulega virðist vera oft á Íslandi að svona opinbera stofnanir eða eftirlitsstofnanir eða matstofnanir að þær séu kannski á endanum ekki nógu sjálfstæðar
gagnvart hagsmunaaðilum? Vissulega og það sem að okkur og það er mikill þrýstingur bæði frá samtökunum okkar og svo frá dýraverndunarsambands Íslands bæði á MAST og svo á stjórnvöld og það er svona eins og við bara sjáum í mörgum málum það sem það er einhvern veginn alltaf hagsmunir framleiðandans sem að standa upp í jafnvel það að fara að taka tillit til tilfinninga þeirra sem reka búin út af ykkur sem mjög skrítið þegar slíkt kemur upp og það hefur komið upp þetta sé svo bara eins og kom fram MAST í einhverju máli fyrra það sem að sagði að þetta væri svo erfið mála því að það væri við fólk að eiga sko. Já, það er alltaf að stíga varlega til jarðar. Það er stíga varlega til jarðar. Það er í ferli og á sama tíma er kannski hópur dýra svelta fyrir augunum á fólki. Þannig að þetta er mjög einhvern veginn, þetta svona, við upplifum þetta ítrekkað að sko hlutur dýra lítur lægra haldi, já. Og líka kannski hlutur jáfnvel neytendana eða sem sagt ef við segjum að kannski stór hluti neytenda sé og að vilji vera upplýstur. Já, og ég held kannski sko að þegar við vorum að tala um hvað við getum gert og hvernig væri hægt að hafa áhrif sko í gegnum stjórnvöld eða eitthvað svoleiðis það ég held að þessi til dæmis brýnt að endurskoða þessi búvörulög og hvernig sko almannafé er einhvern veginn eitt inn í þessa framleiðslu sem er einhvern veginn að sko mínum að þetta er alls ekki almenningi í hag við sjáum að það fer þarna allt og stór hluti af pening í það að bara einhvern veginn styrkja þessa bara sem ég vil kalla bara stór iðju og á meðan einhvern veginn grænmetisbændur eru algjörlega snuðaðir sko, þannig að mér finnst þetta ekki passa og sérstaklega svona í ljósi þess að við erum alltaf að tala fyrir aukinni lýðheilsu þjóðar og eitthvað svoleiðis, þá má svona spyrja sig að því er ekki frekar óeðlilegt að vera niðurgreiða eða auðvelda framleiðslu á þessum vörum og það er sérstaklega að tala um þessar unnu kjötvörur sem á stór partur af þessu svínakjöti endar í. Já. Og stór, sem flestir segja sé mitt bara mjög líðheilsulegt vandamál þetta eru krabbameinsvaldandi vörur, þetta eru í sama flokki og sígarettur í flokkun sem alþjóða heilbrigðisstofnunar þannig að við vitum að þessar vörur eru að valda krabbameini, við vitum að það eru mjög sterk tengsl á milli alls kyns lífsstílssjúkdóma eins og sykursýki og kransæðasjúkdóma þannig að það er kannski líka eitthvað svona sálfræðilega að því að svínakjöt hefur verið svo mikið unnið og mikið notað í unnar kjötvörur og svoleiðis og einmitt hefur verið svolítið flokkað sem beikonið og allt er svona eins og tákmynd fyrir þetta óhollusta lífverið þannig að það er eins og verið svona eitthvað samviskubitt fólk tengir svín kannski við samviskubitt og kannski er þess vegna bara fólk vill ekkert vita eins og af Já, það er alveg það vill viðhalda aftengingunni sko til þess að það er erfitt að þurfa einhvern veginn að taka ábyrgð sjálfur og breyta sér og það er mjög algengt ég upplifði það allavega að fólki í kringum okkur að það verður svo reitt út í kerfið þegar það heyrir að þessu bara hvernig má þetta vera að því það er svolítið erfitt að heyra að maður er kannski búin að vera að taka þátt í þessu án þess að vita af því en það er þetta ekki ætlunin, það er bara að planta þessu fræði hjá fólki sko, en það virðist vera sko, mikil eiginlega eftirspurn verði ég að segja svona hjá fólki eftir til dæmis meiri lífrænum afurðum, fleiri lífrænum afurðum á Íslandi og frá sem sagt svona rekjanleika að maður geti vitað hvers konar ferli átt sér stað við framleiðsluna og að sé hvað ég að segja, mannúðlegt eða dýrúðlegt eða hvað orða að nota þá siðlegt bara ferli, framleiðsluferli og svo leiðis en einhvern veginn virðist stjórnvöld hafa meira lagt púst í þessa, eins og þú segir, stóriðju. Það er stóriðja í orku og það er stóriðja í matvælaöflun. Það er eins og við séum alveg svona först í gamaldags, nú ert þú verkfræðingur, getur ekki höfða svona til
þessara gömlu verkfræðinga sem eru að keyra áfram þessa... Jú, það er náttúrulega, þessum sem Rósa vill hafa með að það er fínt að hafa eitthvað svona gamla kall í þessu líka, þessi ekki bara ungar stelpur úr hérna. Nei, þetta er alveg, þannig að jú, við erum að hafa það til fólks með því að deila upplýsingum þetta og að því ég held líka að þetta frumkvæði til að stofna fyrirtækin og svo sem er bara gott og svo þetta vill fólk reka sig í fyrirtæki og við sjáum að þau eru öflug og jafnvel eru þau að njóta styrkja frá en opinbera meðan að þau geta ekki framfylgt reglunum sem þeir eru sett, meiri segja reglunum sem að svínaframleiðendur sett, það er ekki farið eftir þeim. Og sama tímina eru við að styrkja þetta. Já, og þetta er einhvern veginn svona, hvað þetta er, virðist vera ótrúlega, hvað er gjant í mitt að loka augunum fyrir þessu og að því við, sko þetta er, að við tölum pólitíkina, þetta er náttúrulega stór pólitískt, það var mjög gott að Dýraverndunarssamband Íslands hélt lítið málþing fyrir kosningar með fulltrúum allra stjórnmálaflokka og þar var til dæmis nefnd og þau voru spurð að því hvort að hvort flokkarnir væru til í að gera þær breytingar að eftirlitsaðili með dýravelferðinni væri ekki svo sami og er ábyrgur fyrir matvæla eftirlitinu, það er að segja aðskilja dýravelferðar eftirlitslutan frá MAST og það voru allir sammála þessari einföldu spurning og þetta er í lögunum sem eru eins og Rósa sagði, lögin frá 2013 eru góð en þau falla en er oft túlku dýrunum mjög óhuga þegar til kastana kemur. En það væri til dæmis eftirliti snerti mjög til bóta ef að eftirliti með dýravelferðinu væri aðskilið. Og svo er þetta náttúrulega stórpólitískt eins og þú varst að nefna áðan, þar að segja annars vegar spurningin heilnæmar vörur. Framleiðsla á kjöti er svakalega orkufrek. Og hún er miklu orkufrekari heldur en flutningurinn á milli landa. Flutningurinn á milli landa og vörum krefst tiltölulega lítillar orku. Þannig að það er miklu hagkvæmara fyrir umhverfið að við séum að borða vörur sem eru ræktaðar, jafnvel þó þær komi frá öðrum löndum og þannig að og fyrir utan það eru heilnæmari, þannig að eins og við Rósa tölum við hvað þetta þríhyrningin, það er að segja heilsan, umhverfismálin og dýraverndin og þetta helst allt mjög vel í hendur. Má nokkuð spyrja ykkur hvað þið borðið, hvað er í jólamatinn hjá ykkur? Er það of persónuleg spurning kannski? Nei, það má alveg spyrja. Ég er reyndar ekki búin að ákveða það. Hvað vorum við með í fyrra? Við vorum með... Allavega ekki hamborgarhryggur? Nei, við vorum með sveppa Wellington. Já, þetta er nú of kannski persónuleg spurning. Það er eftir bæði, já. En þetta er vissulega því að jólahefðin okkar eru rjúpur og til skamstíma fór ég til veiða og svo hefur það svona breyst, þannig að það er verið að það er ekki komin svona rótföst hefð, það var sveppa Wellington og hnettusteik og eitthvað annað innbakað því man ekki hvað maður ánáttúrulega svolítið erfiðleikum með á mínu heimili eru rjúpur og svona veitar bróðar minn og fer að veiðir og mér finnst svolítið erfitt að ræða, þetta er erfitt að ræða útskýra fyrir synum mínum af hverju við erum að drepa af hverju við erum að borða þessa litlu fallegu fugla en hinbóginn af hverju spyr hann sig þá ekkert kjúklingi sem við kaupum í búðinni Það er líka svona kannski þess að hvetja fólk til að hugsa, velja og gera minna og einbytta sér og tala ef að það eru dýr sem maður veit að hafa átt gott líf, það er verulega munur á því að vera styrkja þessa framleiðslu á verksmiðjubúum. En það er einhvern veginn þannig að allan að fyrir okkur því meira sem er
fræðisum þetta og sér þessa staðreyndir einhvern veginn blasa við manni ef maður tilbúin til þess að horfast í augu við það þá hefur það bara þau áhrif að maður hefur ekki nokkra lista á þessu lengur sko. það kannski svolítið þannig þannig það hérna. Ég ætla að segja eitt með varandi svín sko, það komur svolítið óvart að komast að því að hérna það voru vist sko miklu meiri svínamenning hérna á Íslandi til dæmis sko Freyja frjósemisgyðjan okkar hún held ég með svín sko í sínu einkennismerki og sum bæjarnöfn ekki eins og Saurbær, ég held að það þýði sko Svínadalur og svona og raunverulega Svínavatn eða ekki og svona fallegur symbolism í kringum svín og grísi sem hefur einhvern veginn svo glötrast niður, þetta er furðulegt og ég mynd með þess að fordóma að vera eins og í svínastíu og samt eru svín svo hreinlát sko. Einmitt, þetta er mjög merkilegt sko og hérna en við sjáum það bara sama þróun að eiga sér stað hér og alls staðar annars staðar er að búum fækkar og þau stækka og þetta er allt til þess að það er þannig að velferð dýrana er fórnað til þess að halda framleiðslukostnað niðri. Það er bara það sem skýrir þetta. Og svo segja sumir að það sé þá gott fyrir neytendurna því þá sé það ódýrara en þá þarf fólk að vita. En við þurfum að hugsa lengra, er það ekki? Já, af því neytandinn á líka alveg rétt á því að vita hvernig þetta verður til. Og kannski væri það ekkit dýrara jafnvel þótt að við vitum ekki, við höfum ekki prófað þeim valkostinu. En svo mjög merkilegt eins og segir sko orðræðan hvernig við notum, þetta er oft notað einhverjum svona niðrandi meiningu sko einmitt fullur eins og svín eða svínastiga eins og segir og þessi einhvern veginn orðnótkun kannski viðheldur þessari þessar vanþekkingu þessi dýr vegna þess að þau eru mjög hreinlát. Svín sem fá tækifæri til þess að hreyfa sig og svona stunda sitt eðlilega atferli, þau gera þarfir sínar sko langt frá þar sem að þau halda sig. Þau eru alveg stórkostlega vel gefin. Þau leysa verkefni og þrautir betur en simpansar. Þau þekkja speilmynd sína. Þau kunna meta tónlist, það er hægt að kenna þeim að spila tölvuspil. Þau grísir dilla halanum þeir eru glaðir. Þetta er svona það er eiginlega bara ótrúlegt hvað maður einhvern veginn veit ekki eða vissi ekki þessi stórkostlu dýr. Það er kannski við deilum 98% af erfðaefni með þeim. Við erum ofboðslega lík þessum dýrum, einna helst líkust. Þannig að það er skynúar og skemmtilegar skemmtilegar. Talandi auga sem þú talar hérna í upphafi, það er einmitt það var það sem við sáum hans gott að því þetta er auga sem okkur finnst svo mannlegt og þetta sem að þú varst að nefna áðan að það virðist bara vera líka þessum bransa í Haga, við vitum sem minnst og það er ekkert langt síðan mér fannst bara að held að svín væru fyrir eitthvað ógeðslega skepnur og ekki skynur og ég sá að mitt svínin á Erfstöðum fyrir nokkrum árum og þóttu frábær og þannig að það er eins og það að viðhalda þessu einhvern veginn inn í þessu viðhalda þessu þekkingarleys okkar sé jafnvel bara bransanum til hagsbóta, bransa sem setur merki á brosandi og glöðum svínum í kannski svundu í merkin sín og talandum falskskilaboð og þannig að og eins og það sem ég fannst gaman þegar ég var að skrifa hluta af þessari grein sem við vorum að birta er að það að gildan hún fer afsíðis og heldur sig afsíðis með grísina sína í reiðri áður en hún kemur aftur inn í hópinn sin. Þannig að þetta eru dýr sem hafa bara mjög sterkt atferli og skínu á skepnur. Það eru óbúðslega góða mæður, það syngja fyrir grísina sína meðan þeir eru á spenna. Og þannig að það okkur þótti það að bara deila þessum upplýsingum með fólki hljóti að fá það til að hugsa þetta öðruvísi heldur en
Það er nú efni fyrir tónskáld sem sagt að taka upp söng svínasöngin og svo hins var sko hryllingshljóðin þegar verið að aflífa þau í gasklefunum þau segir miklum sársauka og við erum alltaf einhvern veginn að læra meira og meira, við sjáum alltaf sko maðurinn hefur alltaf þessa tilhneigingu til þess að vanmeta greind annarra dýra og við þurfum ekki að fara lengra aftur í tíman en sko til 1960 þegar Jane Goodall gerir þá stóru uppgötun að simpansar noti verkfæri og þessi uppgötun verður til þess að við þurfum að endur skilgreinina hvað það er að vera maður þannig að þetta er óbúslega rík tilhneiging í okkur einhvern veginn að lítilækka aðra verur til þess að réttlæta kannski það hvernig við erum að koma fram við þær en svo á sama tíma erum við samt alltaf að sækja meiri þekkingu þessi dýr og til dæmis eins og með svínina þegar við vorum að tala augað áðan sko núna það er bara ansi stóra rannsókn gerð á svipbrigðum svína og það er að koma því fólki sem er að standa í þessari rannsókn svo mikið á óvart hvað þetta er eiginlega bara sko hræðilega líkt manninum þannig að og líka hljóðgreina og eru svona að nánast á mörgum þess að tala að þetta sé einhvers konar tungumál sem að þau sé að tala sín á milli og þau geta greint sko hvað er streita, hvað er gleði og annað og þá er einmitt greint þarna hljóð frá svínum sem að voru við svona lífrænan búskap þannig sem við fengum að ganga úti og svo svona verksmiðu búskap og þau getur þetta ímyndað ykkur að það var aðeins meiri gleði öðrum megin og meiri streitu og ótta hinum megin sko. Verðum við ekki að hvetja þá sem eru að framleiða eða sem sagt eru með búskap, svínabúskap ekki í verksmiðju búskap að ég veit ekki, hafa samband við samstöðina það verið gaman að fá að bara frétta af þeim gjörðum, kannski að það ekki mikil tök á að auglýsa og hvetja hlustendur og áhorfendur til að vera vakandi, vera með svona augað eins og í auglýsingunum ykkar svínsaugað nákvæmlega þetta fallega horfast í augu við dýr við erum horfast í augu við dýrið okkur sjálfum og og horfast í augu við einmitt þetta hvaðan við erum að fá okkar hátíðar mat á hvaða forsendum eiginlega við ætlum að gleðjast með okkar nánustu hvort við viljum að það sé á kostnað dýrana já Darri Gunnarsson verkfræðingur og Rósa Líf Darradóttir formaður samtaka dýravelferð og læknir hjartans þakki fyrir að koma Rauðaborðinu og segja okkur frá vitundarvakningu gegn verksmiðjubúskap verksmiðjuframleiðslu svína og ég þakka hlustendum og áhorfendum kærlega fyrir að vera með okkur í kvöld við kveðjum þetta loka spjallið okkar við Rauðaborðið, við erum búin að ræða ýmislegt ég þakka Pétri Fjellsteð fyrir að með töfrum að koma samræðunni yfir til ykkar og ég þakka ykkur auðvitað fyrir með töfrum að halda samræðunni áfram og ég minni á að þetta er svona hvað að segja þetta er ekki svona hagnaðar fjölmiðl þannig að ef þið viljið styrkja okkur þá má fara inn á síðun samstöðun.is og íta þar á nafn sem heitir áskrift og svo höldum við áfram annað kvöld. Takk fyrir. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.